sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata samtal við ríkið vegna mansalsmála og til máls tekur borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við höfum sett hér á dagskrá tillögu það að Reykjavíkurborg stofni til samtals við ríkið mansalsmál. Ég geri ráð fyrir að gera grein fyrir þeirri tillögu okkar hérna. Daginn var frétt í útvarpinu þar sem sagt var að meira en 10.000 flóttabörn hafi horfið í Evrópu á síðasta ári og óttast var að þau hafi lent í höndum glæpagengja eða verið seld mansali. Og ég var alveg viðurkenna, mér brá svolítið við og flestum hefur eflaust brugðið svolítið, en engu að síður þá erum við kannski orðin svolítið ónæm fyrir þeim hryllingi sem í rauninni felst í þessum orðum. Ég held að lengi vel þá höfum við kannski haldið að þrælasala hafi verið eitthvað sem viðgekkst í gamla daga, kannski fram á 20. öld og við höfum öll örugglega séð bíómyndir vondu mennina sem fóru til Afríku og rændu fólki og seldu í nauðungarvinnu og það var auðvitað algjör hryllingur. En mansal í dag alveg jafn mikill hryllingur. Og það sem kannski svo ótrúlega hræðileg staðreynd sú að í dag eru fleiri þrælar í heiminum heldur en það var þegar að þrælahald var löglegt. Þannig að vandinn sannarlega til staðar. Mansal ein af 3 algengustu og arðbærustu glæpum sem samtímans ásamt vopna- og eiturlyfjasölu. Og samkvæmt því sem lögregluyfirvöld vill segja, þá eru það reyndar oft sömu glæpamenn sem eru að handla með fólk, eiturlyf og vopn. En af þessu þrennu mansal sagt arðbærast af því það svo mikið framboð af fólki í neyð sem hægt að selja og það líka hægt að selja oft sömu manneskjuna. Alþjóða verkalýðssamtökin segja núna að í dag séu 21 milljón manns í þrældómi í heiminum og fjöldinn hafi tvöfaldast á síðustu 10 árum. Ríflega helmingurinn konur og stúlkur og helmingurinn af þeim seldir til kynlífsglæpamanna sem pynta þær og selja aðganga þeim. 4. þræla í heiminum eru börn. Gróðinn af þessari starfsemi eitthvað 20.000 milljarðar. Svona eins og það kostar að reka Ísland kannski í 30 ár eða Reykjavíkurborg í kannski svona 200 ár. Þannig að þetta gríðarlega stór og mikill business, ef svo má segja, þessir glæpir. Ríkisstjórnir Norðurlandanna hafa lagt á það áherslu að vinna gegn þessari glæpastarfsemi og Ísland þar á meðal, þó við séum reyndar í samanburði við Norðurlöndin langt á eftir öðrum þjóðum. Aðgerðaáætlun ríkisstjórnar Íslands sem aðgerðir gegn mansali felur í sér að það verði unnið að forvörnum, aðstoð og vernd fyrir fórnarlömb, rannsókn mansalsmála og samstarf og samráð og mat á árangri. Og þetta allt saman mjög mikilvægt. En það líka mikilvægt að fylgja þessu fjármunir, svo af þessu öllu verði og vonandi stendur það til. Sem dæmi hefur komið fram opinberlega að hingað til hafi lögreglan ekki fengið fjárveitingu til þess að sinna sínum þætti af þessari aðgerðaáætlun og að lögreglumenn hafi verið að sinna fræðslu mansal í frítíma sínum sem auðvitað ekki ásættanlegt þó að það sé í raun aðdáunarvert í sjálfu sér. Ísland fékk gagnrýni í skýrslu bandarísku utanríkisráðuneytisins í fyrra fyrir slaka frammistöðu og í síðustu viku þá var hér erindi Line Barfod, kannski, danskur lögfræðingur. Hún kom inn á það mjög lítil hætta á því að þessi viðskipti minnki meðan að þeir sem að selja fólk ekki stöðvaðir. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að styrkja lögregluna og það gríðarlega mikilvægt að fræða alla aðila réttargæslukerfisins mansal og LFS. Og ég trúi því að ríkið eftir að sinna því hlutverki mjög vel.
En við vorum minnt á það á dögunum að það sannarlega mansal á Íslandi. Lögreglan frelsaði 3 konur úr kjallara íbúðarhúss við Mýki Mýrdal og í kjölfar á því hefur þetta kannski komist aðeins meira í umræðuna og samkvæmt lögreglunni þá nú verið að rannsaka 10 mál þar sem að grunur mansal hefur komið upp. Í fréttum hefur verið talað grun mansal í fiskvinnslu, í Bolungarvík, ferðaþjónustu á Suðurlandi og svo hefur verið nefnt að konur sem hingað hafa verið fluttar, verið látnar dansa, fáklæddar, seldar í vændi, fólk sem hefur komið hingað til að giftast en endar sem eins konar þrælar, heimilishjálp sem ekki var frjáls ferða sinna, fólk sem flutt var inn sem sjálfboðaliðar en var ekki frjálst sinna ferða og störfi byggingarinnu og ýmiss konar glæpastarfsemi þar sem grunur leikur á að mansalsfórnarlömb gæti verið að ræða. Þannig að, góðir fulltrúar, ég held að sé full ástæða til þess að við opnum þetta samtal við ríkið hvernig við ætlum sem borg að standa með fórnarlömbum mansals á Íslandi. Fórnarlömbin eiga skilyrðislausan rétt á vernd og hjálp en enn sem komið lítið úrræði. Það hefur komið fram í aðgerðir allar ríkisstjórnarinnar að það stendur til að þjálfa fólk innan réttarkerfisins, eins og ég sagði áðan, auka samvinnu milli stofnana og samtaka sem vinna að aðgerðum gegn mansali og Reykjavíkurborg á fulltrúa í stýrihóp sem meðal annars ætlað að stuðla að vitundavakningu mansal og birtingamyndir þess. En við viljum fá fræðslu fyrir starfsfólki okkar. Við viljum að starfsmenn Reykjavíkurborgar verði þjálfaðir í því að þekkja einkenni mansals og við viljum að það sé til áætlunum hvað á að gera ef grunur vaknar, hvert á að leita, hvernig bregðast við. Við þurfum líka að fræða starfsfólk hótela og veitingahúsa birtingamyndir mansals og hvert á að leita ef grunsemdir vakna. Við þurfum að vekja athygli á Airbnb og kynlífsþjónustu sem grunur að þar geti þrifist og fleiri atriði mætti nefna. Þetta held ég að geti verið styrkur af að við myndum fara í samvinnu við ríkið. Sá sem seldur mansali sjaldnast í sýnilegum hlekkjum og algengt að ræða flókið samband á milli ofbeldismanns eða mansala og fórnarlambs og oft fórnarlambið ekkert viljugt endilega eða virkar ekki viljugt til þess að uppræta brotið. Kannski af því að viðkomandi óttast refsingu sjálfur, óttast ættingja sína, kannski búið að hóta viðkomandi. Sumir hafa verið neyddir til þess að brjóta lög og óttast kannski að þeir þurfa að standa skil á því og sum fórnarlömb koma frá löndum þar sem lögreglan nýtur ekki trausts og þau treysta því ekki að þeim verði hjálpað. Og það auðvitað gríðarlega mikilvægt að við komum skýrt með það fram að fórnarlömbum mansals á Íslandi verði hjálpað. Við viljum að Reykjavíkurborg sé leiðandi að berjast gegn mansali á Íslandi og við viljum senda skýr skilaboð það að við líðum ekki þrælahald í Reykjavík. Þannig að þó í rauninni að fórnarlömb mansals séu á forræði ríkisins, þá teljum við að við getum komið að því að þróa úrræði sem í rauninni vantar í dag til þess að hægt sé að bregðast við með réttum eða nógu fumlausum hætti. Það hefur verið samið við Kvennaathvarfi að taka á móti konum. En Kvennaathvarfi neyðarúrræði, skammtímaúrræði en konur sem að koma í mansali þurfa langtímaúrræði. Á tímabili var hér starfandi langtímaúrræði sem hét Kristínarhús og meðan það var starfrækt komu þangað konur sem voru fórnarlömb mansals. Einhverjar konur hafa komið í Kvennaathvarfið en mun færri. Það eru engin úrræði fyrir karla og það eru engin úrræði fyrir börn sem selt hafa verið mansali. Sem bagalagt því það nokkuð öruggt að hingað koma einnig konur, hingað koma einnig karlar og börn sem hafa verið seld. Ríkið hefur gert samning við Rauða krossinn að vinna þessum málum og opna hjálparsíma fyrir þolendur mansals. Þetta 1717 síminn verði einnig opinn fyrir þolendur mansals sem mjög gott og sérstaklega það verður vel
auglýst á mörgum tungumálum og ef að 112 getur vísað samtölu beint þangað. En það þarf að vera til staðar aðgerðaáætlun hvað svo gert og það þurfa að vera til staðar úrræði þannig að fólki fái vernd og þjónustu allan sólarhringinn. Því fólk sem að koma úr þessum aðstæðum þarf svo mikla faglega hjálp og stuðning. Og ég held að það sé mikilvægt að við í Reykjavíkurborg sýnum með formlegum hætti að við erum tilbúin til að koma því að þróa þá þjónustu. Og lítum líka bara á það sem okkar skyldu sem ábyrgt stjórnvald að við viljum vera viss það að það sé staðið með fólki sem hefur segist vera þrælar eða grunur að það sé þrælar í borgin okkar. Þannig ég tel að við ættum að vera opin fyrir því í framhaldi að gera einhvers konar samning við ríki þjónustu við fórnarlömb mansals. Ég nota viljandi orði fórnarlamb en ekki brotaþoli eins og við gerum oftast af því að mér finnst það einhvern veginn viðeigandi í þessu samhengi. Ég held að við þurfum bara að einfalda og skýra allt kerfið í kringum þá þjónustu sem þetta fólk þarf á að halda. Við þurfum að móta bara skýra viðbragðsáætlun hvað gert leið og grunur mansal kviknar. Það mikilvægt að starfsfólk hafi þekkingu og getu til að vinna með mansalsfórnarlömbum. Það þarf að vera í boði húsnæði og sérhæfð þjónusta og það þarf að vera öflug vernd og þetta þarf að vera í boði allan sólarhringinn. Þannig að lögreglan þarf að geta hringt eitthvað hvenær sem sólarhrings og þá fari eitthvað svona teymi í gang. Og það þarf að þjálfa og leiðbeina lykilstarfsmönnum hvernig á að vinna þessi verkefni. Þetta svona kannski helsta ástæðan fyrir því að mér fannst mikilvægt að við opnum þetta samtal. Þó við opnum það auðvitað án allra skuldbindinga. Við opnum það fyrst og fremst til þess að sýna okkur finnst þetta mikilvægt mál. En til að ráðast að rót vandans þyrfti auðvitað útrýma fátækt og misskiptingu í heiminum þannig að hver einasta manneskja fengi þá virðingu og aðbúnað sem hann har skilið. En að meðan að gæða jarðar jafn misskipt og nú og lítill hluti jarðarbúa hagnast með gríðarlegum hætti á fátækt annarra, þá framboð á fólki í neyð svo mikið að við þurfum að bregðast þannig við að við verum að komast allavega í veg fyrir það að það endi í mansali á Íslandi. En auðvitað þyrfti þjóðir heims að vera samtaka í þessari baráttu og almenningu þyrfti að segja stopp og auðvitað krefjast þess að þær vörur sem við kaupum séu ekki framleiddir af þrælum hvar í heiminum sem Og auðvitað ættu við sem almenningur að krefjast þess að við gætum með einhverjum hætti gert séð eða gengið úr skuggum það þær vörur sem við erum að kaupa séu ekki framleiddar af þrælum neins staðar. Í nýrri mannréttindastefnu sem í vinnslu hjá Reykjavíkurborg hefur einmitt þessi sýn verið sett fram að við viljum ekki kaupa slíkar vörur og ég held að við þurfum að framfylgja því. En við í Reykjavíkurborg erum auðvitað byrjað á því að bæta aðstæður fólk sem í viðkvæmri stöðu hérna heima og berskjalda fyrir því að verða möguleg fórnarlömb mansals. Við getum gert seljendum erfiðar fyrir með auknum og virkum forvörnum og við getum gengið úr skuggum það að undirverktakar okkar fara að lögum og borgi sínu starfsfólki samkvæmt taxta og fari vel með sitt starfsfólk. Og við getum líka reynt að stuðla því að draga úr eftirspurn sem stuðlar að mansali. Ég held að við bara verðum að segja það opinskátt að við verðum bara hætt að líta það sem eðlilegan markað að fólk borgi fyrir það að sjá aðra klæða sig úr fötunum eða borgi fyrir aðgang að líkama annarra. Það sá markaður ein helsta gróðrastíga mansals og eyðileggur líf 100.000 manna á hverju ári. Við í Reykjavík höfum barist gegn svokölluðum sólustöðum eða klampavínsklúbbum í borgin okkar og við verðum eftir bara að gera það aftur. Í ofbeldisvarnarnefnd hefur þetta verið rætt. Þar hafa komið fram alls konar hugmyndir. Ætti Reykjavíkurborg eftir vill að standa að því að hótel í borginni geti merkt sig klámfrí hótel eins og orðið næstum bara vinsælt víða erlendis og margar frægur og þekktar hótelkeðjur merkja sínum stoltar með því merki. Ættu við að fara í einhverja svona herferð eins og hefur verið erlendis þar sem að karlmenn hafa komið fram stoltir með skilti þar sem stendur Real men don't buy sex. Það gæti verið. Ég held að við þurfum bara að vera opin með
opna hugmyndir og ef til vill gagnlegt að gera eitthvað af þessu í samvinnu við ríkið. En ég held bara að meðan almenningur áttar sig ekki á valdi sínu þá muni lítið breytast. Þannig ég held að vitundavakning meðal almennings væri líka mikilvægur þáttur í því að berjast gegn mansali. Að meðan að við viljum kaupa ódýrar vörur og framleiddar á ódýru vinnuafli og viljum geta keypt vændi, sum okkar allavega, þá erfitt að ráðast að rót vandans. En ef við fræðum almenningum það að kaupa ekki vændi, kaupa ekki klám, kaupa ekki ódýrar vörur eða vörur sem líklega framleiddar með þeim hætti að einhvers staðar manneskja sem fær ekkert fyrir vinnuframlag sitt, þá getum við haft áhrif. Fyrir rúmri öld síðan þá var þrælahald bannað og stöðvað og það hlýtur að vera hægt að stöðva það líka í dag. Ef við tökum öll höndum saman að koma fram við hverja einustu mannesku með sömu virðingu og það öllu og hjálpum samíbúum okkar á þessari jörð til að eiga mannsæmandi líf. Ég held að það hljóti að vera grunnhugsunin í þessu öllu, þá enginn að hagnast á neyð annarra. Það var borgarfulltrúi Heiða Hilmarsdóttir lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil fá að þakka fyrir þessa umræðu varðandi þessa tillögu. Ég hef sagt það áður hér og ég hef sagt það oft áður að mér finnst faktískt að ekki bara við sem kjörnir fulltrúar heldur bara við sem þátttakendur í samfélaginu okkar ættum eiginlega að tala mansal alla daga. Ef það eitthvað sem við ættum að eyða orku okkar í, þá væri það það. Það sem að borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir kom ágætlega inn á og þá þetta ekkert annað en nútíma þrælahald og kannski að má velta í fyrir sér hvort að þetta orð mansal sé óuppilegt og taki hugrenningunum svolítið í burtu frá því að þetta auðvitað ekkert annað en þrælahald. Þess vegna fagna ég eins og ég segi þeirri umræðu varðandi það. Þessi tillaga líka, hún ágæt. Það nokkur atriði sem ég langaði að koma inn á varðandi þetta með samstarfi við ríkið og það kannski svolítið óljóst í hverju það felst. Mér langaði kannski þar sem að greinargerðin fór ekki beint inn á það að kannski fara aðeins yfir þau helstu atriði sem nú þegar í gangi varðandi mansalsmál á vegum ríkisins. Og ég ætla því að drepa niður í frétt sem rétt rúmlega viku gömul frá innanríkisráðuneytinu þar sem farið yfir stöðuna ríkisins megin í aðgerðum varðandi mansalsmálin. Til þess að nefna nokkur atriði þá það sem svo að aðgerðaáætlun mansal hefur verið endurskoðuð og verður áfram á þessu ári unnið að vitundavakningu mansal og lögð áherslu á auka forvarnir meðal almennings og fagaðila. Aukin áhersla verður lögð á baráttu gegn vinnumansali með átaki lögreglu í samvinnu við eftirlitsstofnanir og aðila vinnumarkaðarins. Svo það upplýst að yfir 30 fræðslufundir voru haldnir árið 2014 og 2015 all land mansalsmál fyrir sérfræðinga sem vinna með fórnarlömbum mansals eins og starfsmönnum lögreglu, heilbrigðisstofnana, fulltrúum réttarvörslukerfisins og formönnum verkalýðsfélaga. Á fundunum, og það tekið fram að yfir 1000 manns sátu þessa fundi samanlagt, hefur fjallað lagalega þætti og farið yfir helstu einkenni hugsanlegra fórnarlamba mansals og möguleg úrræði. Meginmarkmið aðgerðaáætlunar ríkisins megin gegn mansali fyrir árin 2013–2016 hafa því verið að efla réttarvörslukerfi til að sporna gegn mansali og að styðja fórnarlömb þess. Innanríkisráðuneytið hefur umsjón með verkefninu vissulega en velferðarráðuneytið ber ábyrgð á því að tryggja fórnarlömbum mansals líkamlega, félagslega og sálræna aðstoð og því hvort viðkomandi sé heimilt að dvelja hér á landi. Ég vildi fá taka þetta fram því það kannski smá galli á tillögunni þar sem hann segir að það að fela ofbeldisvarnarnefnd að hefja samtal við innanríkisráðuneytið
aðgerðir til að sporna gegn mansali og tryggja fórnarlömbum líkamlega, félagslega og sálræna aðstoð við hæfi. Sá þáttur tillögunar heyrir undir velferðarráðuneytið. Þannig eins og ég búin að vera að fara hérna yfir hvað innanríkisráðuneytið búið að gera, það meira með forvarnirnar og fá til sín fagaðila eins og lögreglu, en varðandi aðstoð við fórnarlömbin það liggur hjá velferðarráðuneytinu. Þannig að þetta er bara svona smá ábending að kannski hefði réttar að segja hefði samtal við ríkið eða tiltaka þá líka velferðarráðuneytið með í tillögunni. Það sem við höldum aðeins áfram að fara yfir hvað við gert ríkisins megin, þá hefur verið komið á fót þverfaglegum stýrihópi sem meðal annars ætla að tryggja samráð og hafa yfirsýn við framkvæmd áætlunarinnar, forgangsraða verkefnum, koma í framkvæmd í samræmi við hlutaðeigandi aðila og halda utan tölfræði. Aðgerðaráætlun þessi hefur verið endurskoðuð í því skyni að gera verkefnisstjórn skilvirkari, auk þess sem leitað hefur verið hagkvæmari leiða til að ná þeim markmiðum sem að er stefnt. Þá hefur verið þessi stýrihópur verið settur á stað og í honum hafa átt sæti fulltrúar beggja ráðuneytanna, sem sagt innanríkis- og velferðarráðuneytisins, lögreglunnar, Útlendingastofnunar, Starfsgreinasambandsins og Mannréttindaskrifstofu Íslands og Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Þannig að Reykjavíkurborg hefur nú þegar aðkomi að þessum stýrihóp eða samkvæmt þessari aðgerðaáætlun í gegnum Mannréttindaskrifstofuna. Einnig var komið á fót fræðsluteymi sem eru unnið að útfærslu og framkvæmd. Fræðsluteymið hefur staðið fyrir rúmlega 30 fræðslufundum sem sóttir hafa verið af starfsmönnum lögreglu, heilbrigðisstofnana, félagsþjónustu og stéttarfélaga. Á fræðslufundunum var meðal annars farið yfir helstu einkenni mansals og mögulega leiðir til að efla þekkingu í nærsamfélaginu með samræmdum leiðbeiningum og greiningartækjum. Eins og borgarfulltrúinn kom inn á þá er einnig búið að gera samning við Rauða kross Íslands til 4 ára þau atriði sem hún kom inn á. Og þá kannski bara lokum að það sem er fínt að halda á lofti, aðgerðatengda rannsókn og saksókn mansalsmála eru stöðugri þróun innan réttarvörslukerfisins samhliða þróun á alþjóðavettvangi. Unnið hefur verið að endurskoðun og leiðbeiningum ríkislögreglustjóra verklag fyrir lögreglu í mansalsmálum frá 2010, auk þróunar og verkföllum með vitnavernd. Þá eru atriði sem lúta löggjöf í virkri endurskoðun. Aðgerðir sem þessum þætti tengjast hafa einnig mikla tengingu við fræðslu þátt áætlunarinnar. Starfsmenn lögreglu og ákæruvalds hafa hlotið sérstaka fræðslu í því skyni að auka skilning þeirra og þekkingu á meðferð mansalsmála innan réttarvörslukerfisins. Síðastliðin ár hefur lögreglan öðlast haldgóða þekkingu og reynslu við rannsókn mansalsmála og áfram verður lögð áhersla á sérstaka fræðslu fyrir alla þessa aðila. Mig langaði bara aðeins að koma inn á þetta, þar sem að þetta er sem staðan ríkisins megin og ég held að við hljótum öll að geta verið sammála að þetta sé nokkuð öflugt og augljóst að ríkið er að fókusa á þessi mál. Það er samstarf á einn eða annan hátt við sveitarfélögin og fulltrúi Reykjavíkurborgar á þar mjög greiðan aðgang inn í aðgerðaráætlunina í stýrihópnum. Það er kannski eina sem ég vil segja með þessa tillögu að það er sjálfsagt að samþykkja hana því samtal er alltaf gott. Það er kannski ekki alveg á hreinu hvað nákvæmlega er átt við því, eins og borgarfulltrúinn kom inn á að það er ekkert það er spurning hver borgar fyrir hvað og hvaða verkefni er hvoru megin og svo framvegis. En það er held ég þá bara sjálfsagt að ræða það, en þá finnst mér kannski tillagan vera þess eðlis að við erum að samþykkja þetta samtal og við erum öll sammála að þetta málefni er mikilvægt, en það er kannski ekki alveg á hreinu hvað þetta samtal mun eiga sér stað og ég býst þá við að við fáum einhverja frekari upplýsingar það þegar málinu vindur áfram með það og hvernig verður haldið utan þetta allt. Mér langaði kannski aðeins að enda á því að eins og ræða borgarfulltrúans endaði á, sem er alveg skiljanlegt, að svona sitt sýnist hverjum hvað er helsta orsökin varðandi mál sem okkur hugnast ekki og sammála að séu ótæk og hvað valdi og hvað sé best að gera. Og ég hef sagt það áður og mér finnst það ennþá að ég var ekki sammála áherslum umræðum mansal tengt kynferðisbrotum eins og hún fór sem hæst fyrir nokkrum árum síðan. Ég hef heyrt kannski minna af því núna til þess að gæta allra sanngirni, en tíma þá var til dæmis og man ég sérstaklega eftir einum frasa sem var til dæmis að nektardans væri það sama og mansal væri það sama og nektardans því að eitt gæti ekki án annars verið og svo framvegis.
Ég hef haft af því áhyggjur að með þeim málflutningi var búið til of stórt mengi. Við sjáum núna eins og þau dæmi sem borgarfulltrúinn kom með, eins og með Vík í Mýrdal og með þessar hræðilegu fréttir af eins og með flóttamennina í hvurslags eymdir vera að kaupa og selja þá er að við vitum að þarna er ekki bara, þetta er ekki bara viðskipti kynferðislegs eðlis. Þarna er líka viðskipti, þarna er verið að sauma föt, þarna er alls konar undir. Og mér finnst heppilegast að við reynum að einblína á nákvæmlega þrælasölu partinn. Að það er það sem að við getum öll verið sammála að eigi að vera fókusinn og að það sé punkturinn sem við ætlum að einblína á. Við erum ekki að fara að standa hér og vilja banna það að við búum til föt. Við viljum gjarnan búa til reglur í kringum hvernig það er gert og við viljum gjarnan gera það til þess að við séum betur í stakk búin til þess að grípa inn í þegar sú verslun eða það trade eða sú framleiðsla er ekki samkvæmt þeim reglum sem við sem samfélagum koma okkur saman við. Mér finnst að það almennt eigi að vera útgangspunkturinn í þessu öllu saman. Ég held að með því að einblína á það, þá getum við verið sterkari og getum við verið samheldnari og svona einbeittari og afmarkaðri í því að berjast gegn þessu sem eins og ég segi, mér finnst að tala alla dag því að það er ekki í boði fyrir okkar samfélag að þetta viðgangist. Annars þakka ég bara fyrir þessa umræðu. Takk. Það var borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Mansal er ein arðbærasta glæpastarfsemi sem völ er á. Hún er eins og vinsælasta og hún er eins og áhrifaríkasta, eins og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir kom hérna inn á áðan og þá er góður business í því að höndla með þræla. Og það er eins og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir sagði hér, það er mjög umhugsunarvert að allt í einu séu við farin að ræða mansal sem hugtak og mansal sem viðfangsefni en ekki þrælahald. Það eru fleiri þrælar í heiminum í dag en þegar það var löglegt. Þræll er ljótt og hræðilegt orð og þrælahald er það líka. Mansal er miklu einfaldara orð, það er miklu hlutlausara, það er miklu persónulausara og það er miklu meinlausara. Við lítum ekki á mann þó að mann hafi upphaflega verið kvenkyns þræll og hafi þá merkingu að þá gefur þræll miklu svona skýrari hugrenningatengsl við þá ömurð sem að felst í mansali eða þrælahaldi. Við verðum að horfast í augu við það að hér á Íslandi bendir allt til þess að stundað sé þrælahald. Það er mögulega í sívaxandi ferðamannaiðnaði eða ferðaþjónustu, það er mögulega í byggingariðnaði, það er mögulega inni á heimilum fólks og það er mögulega á strippstöðum. Það er mögulega á nuddstofum, það er mögulega í hverskyns kynlífsþjónustu og við verðum að vera tilbúin til þess að horfast í augu við það. Þó að sönnuð mansalsmál séu fá og bara einn dómur í raun og veru hafi fallið, að þá er ekkert sem segir að hér sé ekki stundað mansal. Það væri álíka einfeldningsháttur að halda því fram að hér sé ekki stundað mansal eins og það var þegar að fólk héldi fram á bara allt fram undir lok síðustu aldar að hér viðgengist hvorki heimilisofbeldi né sifjaspell. Þegar að konur byrjuðu að tala sifjaspell og heimilisofbeldi og kynbundið ofbeldi yfir höfuð og mansal, hér á Íslandi líka, þá var hlegið að þeim og látið eins og þær væru jafnvel að ala á einhvers konar kenndum hjá þeim sem mögulega gætu beitt slíku ofbeldi. Auðvitað er það ekki þannig, en þetta eru, og kannski er þetta eðlileg varnarviðbrögð við einhverju sem er svo ógeðslegt að maður vill eiginlega ekki horfast í augu við, en það er nauðsynlegt að við horfumst í augu við það. Það er alls ekkert einfalt mál.
forvarnir og viðbrögð við mansalsmálum ekkert eitthvað sem við riggum upp sisona, hvert einasta mál vandmeðfarið, vegna þess að traustið á milli fórnarlambs og yfirvalda oftar en ekki lítið ef eitthvað, og jafnvel traustið á milli fórnarlambs eða traust fórnarlambsins á samfélaginu yfir höfuð ekki til staðar. Þess vegna þarf að veita hverju og einu fórnarlambi mikið svigrúm og mikla þjónustu og hana verðum við eiga samstarf, ríki og borg ríki og sveitarfélög og grasrótarsamtök sem oftar en ekki hafa mestu þekkinguna á því hvernig hægt að þjónusta fólk í þessari aðstöðu. Sú þjónusta sem í dag í boði ekki nægilega góð eins og Heiða Björk Hilmarsdóttir fór ágætlega yfir. Við höfum ekki úrræði eða viðbrögð sem geta talist ásættanleg og við erum hvorki að setja nægilega mikið af mannafla eða fjármunum í rannsóknir eða forvarnir. Forvarnirnar eru samt eiginlega ennþá flóknari heldur en viðbrögðin við einstaka mansalsmálum hér á Íslandi vegna þess að þær snúast ekki bara fræðslu hérna upp á Íslandi þó að það sé auðvitað gríðarbrýnt og ég ætla ekki að gera lítið úr því. Þá snúast forvarnir gegn mansali kannski fyrst og fremst að við horfumst í augu við misskiptinguna í heiminum. Að við horfumst í augu við það að heilu þjóðirnar eru nú á flótta undan óbærilegum aðstæðum, undan stríði, undan fátækt, undan náttúruhamförum, fólk sem á ekkert og eru allar bjargir bannaðar og eru í mjög viðkvæmri stöðu. Og það ekki bara fólk á flótta, það líka fólk sem býr við ömurlegar aðstæður heima fyrir, við fátækt og við skort á tækifærum. Og það óþægilegt en satt, en við sem erum hér inni, við byggjum forréttindi okkar að hluta til á ómannlegri vinnu sem að börn og bágstakt fólk innir af hendi fyrir smánarlegar upphæðir ef einhverjar. Þrælahald byggir á misnotkun yfirskipaðra hópa á undirskipuðum hópum. Á meðan misskipting í heiminum eins og hún og beinlínis eykst ef eitthvað á meðan við snúum blinda auganu að hræðilegum stríðsátökum og hörmungum örfáum þúsundum kílómetra frá okkur, á meðan við höldum áfram að ganga á umhverfi og náttúru með afleiðingum sem að bitna fyrst og fremst á þjóðum sem þegar búa við þurrka og hungursneyð, þá heldur þessi misnotkun áfram. Óábyrgir lifnaðarhættir ríkra vesturlandabúa okkar eru grundvöllur fyrir misnotkun og hitt sem enn verra, að misnotkun grundvöllur fyrir okkar óábyrgu lifnaðarháttum. Ódýr föt, óheft aðgengi að klámi, súkkulaði, saffran og áldósum, allt eru þetta afurðir sem eru skapaðar af fólki sem oft leggur bæði líf sitt og limi að veði eða býr við óásættanlegar aðstæður á öllu leyti. Forseti, ég geri mér grein fyrir að þetta ekki beint uppbyggileg ræða. En við verðum að taka smá real talk hérna ef við ætlum að tala mansal. Það þýðir ekkert fyrir okkur að þykjast vera hérna 15 einstaklingar sem að getum einhvern veginn bjargað heiminum með aðgerðum okkar hér inni. Auðvitað getum við gert helling, en það að bjóða upp á samtalsmeðferð fyrir einstaka fórnarlömb eða félagslegt húsnæði breytir ekki heiminum. Ég auðvitað ekkert með lausn og ég geri mér grein fyrir því að hér verður engin gerbylting á hugarfari eða lifnaðarháttum, en við getum öll gert eitthvað. Og þess vegna vil ég að við horfumst í augu við það sem ríkir vesturlandabúar hvert og eitt okkar og að við hvetjum borgarbúa og alla Íslendinga og alla vesturlandabúa til þess að horfast í augu við þau forréttindi sem við búum við og þá misnotkun sem að felst í okkar lifnaðarháttum. Að hinu aftur á móti sem að við getum gert og ef við færum aftur inn í þennan sal og okkur sem stjórnvaldi, að þá held ég að við séum að taka rétt skref, auðvitað höfum við gert helling. Ofbeldisvarnarnefnd þegar komin á laggirnar og samtal við lögregluna, Stígamót, Kvennaathvarf og aðra þá sem að koma að vinnu gegn mansalsmálum auðvitað gríðarlega brýnt, en við þurfum líka að vera í samstarfi við ríkið. Ríkið hefur sett á laggirnar eins og Heiða Björk Hilmarsdóttir borgarfulltrúi kom inn og áðan aðgerðaráætlun. Þeirri aðgerðaráætlun mætti fylgja svo miklu betur eftir, það mætti setja svo miklu meira fjármagn í þetta og það mætti vera í svo miklu betra samtali við fleiri aðila heldur en þá sem að þegar koma að þessum málum á hálfu ríkisins. Þess vegna held ég að það sé mikilvægt að við hefjum núna samtal við ríkið til viðbótar við það samtal sem þegar í gangi og að mögulega komi út úr því sambandi, ég bind vonir við að út úr því samtali komi aðgerðir sem að geta bæði spornað gegn mansali hér á Íslandi og
styrt þá þjónustu sem að þarf að vera í boði fyrir fólk sem að hefur lent í klónum á þrælasölum. Þetta hef ég svo sem ekki meira að segja. Vonast til þess að tillagan verði hér samþykkt og við getum í sameiningu, ég ætla að bæta því við sem að ég geri nú yfirleitt þegar við tölum hér ofbeldismál, og þá vil ég brýna okkur í þeirri samstöðu sem að hefur ríkt aðgerðir á þessum vettvangi. Það er mjög mikilvægt að við stöndum hér þvert á flokka saman að þeim aðgerðum sem nauðsynlegar eru til þess að vinna gegn ofbeldi, og vonast til þess að hér náist þverpólitísk sátt þetta samtal sem þarf að eiga sér stað og þær aðgerðir sem að vonandi verða kynntar í framhaldinu. Það var borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessa umræðu og þessa tillögu samtali við ríki vegna mansal sem gríðarlega mikilvægt. Ég vildi bara aðeins undirstrika að nýverið fékk borgarráð kynningu á viðbúnaði lögreglu og vinnu varðandi mansal, og mér finnst svolítið mikilvægt að umræðinu líka hér í borgarstjórn að við tökum svona svolítið tónin þar sem var kannski breiðari nálgun í umræðinu en áður. Mansali var þar skipt í fleiri en einn flokk, og auk kvenna sem eru fluttar milli landa, oft í tengslu við klám og vændi, að þá var þarna annar flokkur sem snýr til dæmis að innbrotagengjum sem raun fórnarlömb mansals á svipaðan hátt, þar að segja ekki sjálfsýnisráðandi, eru oft lokaðir inni. Þetta geta líka verið betlarar, byggingaverkamenn, og það sem hér hefur verið lýst í umræðinu sem nokkurs konar þrælahaldi í verksmiðjum. Og ég vildi bara aðeins velta því upp hvort að hugtakið mansal væri nægilega kynjahlutlaust, vegna þess að man þýðir mær eða ambátt upp á íslensku, og þegar orðið mansal notað að þá sjáum við fyrir okkur konur í neyð, eðlilega, og það stór hluti umræðunar og á að vera stór hluti af þessari hugsun. En fyrir mér þá opnaði þetta augun fyrir því að kannski orðið á íslensku, til samanburðar gjarnan nota human trafficking í ensku, kannski þrengir svolítið sjónarhornið sem við ræðum og horfum á þetta mál undir. Til dæmis svokölluð burðardýr sem geta verið á báðum kynjum eru sannarlega hluti af þessu viðfangsefni sem human trafficking eða mansal miðað við það hvernig lögreglan og höfuðborgarsvæðinu lýsti hinni evrópsku umræðu og sinni nálgun að þessum málum. Og þess vegna vildi ég bara nefna þetta aðeins að þó mansal sé gott orð sem slíkt og hefur þekkta merkingu, að þá viðfangsefnið sem hér og þar með samtalið sem við þurfum að taka við ríkið, það ætti að hafa að mínu mati þessa breiðu nálgun sem að lögreglan leggur undir í sinni nálgun og umfjöllun þessa hluti. Og ég vildi bara koma aðeins inn á þetta, en styðja sjálfsögðu heilshugar að þetta verið samþykkt, og það er ekki neitt í tillögunni eða greinargerðinni sem útilokar sömu breiðu nálgun og lögreglunni með, heldur vildi ég bara halda þessu til haga í umræðinu. Það var borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og borgarfulltrúar. Ég ætla nú að þakka fyrir bara umræðuna þessi mál sem mikilvæg, og klárlega það svo að við eigum margt eftir ólært
hvernig eigi að bregðast við og við þurfum að læra margt þess að koma festa auga á hvað er að gerast fyrir framan okkur og hvernig við eigum að lesa úr vísbendingum sem geta í raun að veru leitt til þess að uppkomist svona ofbeldi sem mansal er. Ég verð samt að segja að mér finnst þessi tillaga bara, hún er svo, ég eiginlega bara skil hann ekki alveg. Mér finnst ef að við ætlum að gera eitthvað í málunum, þá gerum við bara eitthvað í málunum. Þá förum við ekki að vísa í eitthvað samtal við einhverja aðra út í bæ. Ég verð að segja, mér finnst þessi tillaga bara alveg afar grunn og þunn miðað við hversu mikilvæg mál þetta eru. Að hefja samtal við innanríkisráðuneytið. Ofbeldisvarnarnefnd getur nú bara gert það án þess að það sé sérstök tillaga í borgarstjórn. Ég átta mig bara ekki á þessum vinnubrögðum. Ég eiginlega þarf að fá bara skýringu á því af hverju þetta er tillaga. Af hverju er ekki bara búið að vinna málið? Eða er þetta bara til hvers er leikurinn gerður? Er hann gerður til þess að hvað? Að haka í checkboxi við það við rætt máli hér? Rætt þá hvað? Hvernig væri að ræða þá hvað við ætlum að gera fyrst? Ég endurtek það. Mér finnst þetta afar grunnt og þunnt. Það var borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir loki máli sínu og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óska eftir að veita andsvar við ræður borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er sjálfsagt og eðlilegt og væri bara frábært ef að borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir kæmi hér með tillögur að einhverjum konkréta aðgerðum sem hún myndi vilja bæta inn í þessa tillögu. En eins og hefur verið farið yfir ágætlega í máli, bæði mínu máli og Heiðbergar Hilmisdóttur og borgarstjóra hér á fundinum, að þá er samtal við ríkið mjög mikilvægt vegna þess að aðbúnaður og forvarnir þarf að vera veitt af hálfu ríkisins, af hálfu sveitarfélaga og af hálfu grasrótarsamtaka og samstarf þarna á milli skiptir máli. Ein af ástæðunum fyrir því að það er verið að leggja þetta til hér hérna í borgarstjórn jú svo við viljum ræða mansalsmál á opinberum vettvangi. Önnur ástæða er svo að í ofbeldisvarnarnefnd hefur verið tilfinnanlegur skortur á fulltrúum frá ríkinu og við finnum að það þarf aukið samtal við ríkið til þess að við getum farið í meiri aðgerðir heldur en þær sem við getum gert á okkar vettvangi. En það er ekkert sem segir að við ætlum ekki að fara í neinar aðgerðir hér eða við ætlum ekki að halda áfram að vinna og beita okkur gegn ofbeldi eða gegn mansali. Auðvitað ætlum við að gera það en við ætlum líka í samtal við ríkið. Og það er mikilvægt að við höfum hér þverpólitíska sátt að fara í þennan leiðangur eða að beita þessari aðferð. En endilega fleiri hugmyndir eru bara vel þegnar og sjálfsagt og eðlilegt að allar þær aðgerðir sem að fólki dettur í hug að geti nýst í þessum málum komið með þar og við skulum bara vera sammála eða reyna að koma þeim í framkvæmd til fyrsta. Það var borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir loki við að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Ég bara, ég kalla eftir því að þegar við ætlum að ræða svona mikilvæg mál, að það sé búið að vinna það eins betur. Það sé bara búið að vinna það. Hér hefur bara ekkert komið fram, ekki neitt. Í tillögunni er ekki neitt. Þú veist, ég samþykkja hana, ég skal samþykkja það, við tökum símtali og hringjum inn í innanríkisráðuneytið, bara fínt, mjög fínt. Bara ekkert mál, að sjálfsögðu ætla ég að samþykkja það. En mér finnast þessi vinnubrögð bara ekki nógu góð. Mitt heiðarlega mat. Það var borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir loki við það að svara ansvari, það veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er ofsalega auðvelt að segja að eitthvað sé ekki nógu gott, en segja ekki hvað það er sem er ekki nógu gott og segja ekki hvað það er sem að væri betra að hafa. Ég myndi mjög gjarnan vilja fá, eins og ég sagði áðan,
tillögur frá borgarfulltrúanum það sem að betur mætti fara. Ekki bara að við ættum að undirbúa okkur betur eða ætti að koma eitthvað meira fram, heldur hvað það þá sem að þyrfti að koma þarna fram. Hvaða konkrétt tillögur það sem að skortir? Hvað það sem að borgarfulltrúarnir óska eftir? Og ég ítreka það, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa jafn mikil tækifæri til þess að setja hér mál á dagskrá og koma með tillögur í þessum málum eins og aðrir borgarfulltrúar og ég mun samþykkja allt það sem að getur orðið til þess að uppræta eða sporna gegn mansali í heiminum. Þannig að ég hlakka til að sjá og heyra tillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í þessum efnum sem að væntanlega eru bæði mjög vel úthugsaðar, ígrundaðar og undirbúnar. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir, lokið við það að svara andsvari, þá veitir andsvars öðru sinni, nei, fyrirgefðu. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar, já, ég held að tillögur okkar geti orðið ansi góðar ef við bara myndum vinna þær áður fyrir að ræða. Mér finnst eðlilegra að við vinnum tillögurnar betur og ræðum þær hér svo. Mér finnst það bara einhvern veginn, mér finnst það eðlilegri byrju. Ég ekkert núna, ég nýbúin að fá kynningu á því frá lögreglunni mansal sem mjög athyglisvert og opnar augum hans fyrir því að við eigum langt í land og við þurfum að læra margt. Það get ég vel verið sammála og ég vil gjarnan samþykkja eitthvað sem skiptir máli. Mér finnst bara þessi umræða hérna bara ekki nógu svona djúp. Mér finnst bara fyrst eigum við að fara í gegnum það hvað við getum gert. Við þurfum ekki að vera að samþykkja að taka upp símtól. Við höfum bara að fara í gegnum það hvað við getum gert í Reykjavík og auðvitað að hefja svo ykkur umræðum það. Það tillögur sem út úr þeim hugmyndafundum geta komið. Við erum klárlega ekkert með þær tillögur tilbúnar hér og ekki heyrist mér heldur á þeir séu það. Þannig að við erum líklega bara byrjunarreit, ef við ekki að byrja þá bara eins að vinna málið. Eða bara kalla þetta umræðu. Ég bara átta mig ekki alveg á því, sko. Ég bara gagnrýni það hvernig faraði með máli hér. Það borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að svara andsvari öðru sinni, þá gerir borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir stutta athugasemd. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég verð að segja það að borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir dýpkaði ekki umræðuna mansalsmál hér í þessum sal. Þvert á móti gagnrýndi hún þá sem að hér hafa tekið til máls fyrir að vera ekki nægilega djúpir, ekki nægilega mikið búnir að kynna sér málin, en efnisleg umræða mansalsmál, það fór ekkert fyrir henni í máli borgarfulltrúans. Það þykir mér miður. Mér þætti gott ef við gætum bara unnið saman að því sem að þarf að gera. Ein af forsendunum fyrir því að við getum farið í almennilegar aðgerðir til þess að sporna gegn mansali að hefja samtal við ríkið. Það ætlum við að gera og það er gott að borgarfulltrúinn segist ætla að samþykkja það samtal. Í framhaldinu verða svo lagðar hér fram tillögur og ég vonast til þess, ég reiði mig á stuðning borgarfulltrúa Áslaugar Maríu Friðriksdóttur eins og annarra borgarfulltrúa þegar þær tillögur líta dagsins ljós. Það borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að veita stutta athugasemd. Það borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson, næstur mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn. Það er þetta sjálfsagt að styðja það að hinn nýstofna ofbeldisvarnanefnd verði nýtt í þeim tilgangi að taka á því sem að nefnt mansal og að það sé þetta gert í samræmi við ríkið sem að fer þarna með ríkt hlutverk. Og ég ætla nú að taka undir með þeim sem að hafa hér og annar staðar kannski velt fyrir sér hvort að þetta sé heppilegasta hugtakið, hvort að þrælahald væri bara ekkert bara betra. Mansal heitir á ensku til dæmis human trafficking og í öðrum málum þetta einhvers konar hugtak sem að gefa það til kynna að það sé verið að fara með fólk á milli staða nauðugt. En ég held að við séum ekkert endilega alltaf að tala það.
það þarf ekki endilega að fela það í sér. Þú getur verið haldið fólki í nauðugu án þess að flytja endilega á milli og það er samt alveg sami hlutur og eðli sínu sama vandamál. Mér þótti mjög gott að heyra borgarstjóra nefna í þessu samhengi hinn svokölluðu burðardýr í undirheimunum sem að eru látin fara með ólögleg efni og þar er að því að hér eru náttúrulega að tala eins og borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir kom aðeins inn á kerfisbundið ofbeldi og kerfisbundin vandamál sem að eiga rætur sínar að rekja til aðstæðna fólks og að mörgu leyti þeirra kerfa sem við búum við. Og með burðardýrin þá er að skapast það vandamál og ýmislegt fleira sem fólk er látið gera að fólk er neitt til að gera ólöglega hluti sem að setur það í slæma stöðu gagnvart yfirvöldum. Og það er kannski ekki á okkar færi hér í borgarstjórn að breyta því eða hafa eitthvað beint með það að segja en þetta er auðvitað okkur ekki óviðkomandi hér í þessum sal, það er margt annað. Og þetta er náttúrulega líka angi af þessum undirheimum almennt. Oft rætt það og maður hefur séð skýrslur greiningar á vændi hérlendis sem að leiða það í ljós að í flestum tilfellum er vændi stundað hér af ungmennum sem að eru í bágum aðstæðum og vegna þessar aðstæðna fara út í þetta sem tekjulind og eru kannski háð, ef þau eru háðið einhverjum efnum þá eru háðið einhverjum sem selur þau og þá getur falist í því ef að það hefur ekki aðrar leiðir til að greiða fyrir en með sjálfu sér. Þannig að það er mjög margt í þessu og mjög mikilvægt að greina þetta svolítið niður í grunninn. Hvar vandamálin liggja og hvernig er þetta að bregðast við þeim í stað þess að vera í rettingum á þeim eftir á. En það eru þetta alveg rétt að á þessu eru engar skjótar töfralausnir. En hins vegar þessi salur og þessi vettvangur borgarstjórn, það er oft talað það að við þurfum að ræða meira hlutina þegar þeir eru á vinnslustigi. Þetta er þessi tillaga sem að hérna liggur fyrir ekkert merkileg í sjálfu sér, ekkert djúp. Það er bara verið að fela ákveðinni nefnd að gera ákveðna hluti og hefja samtal og skoða hlutina. En gefur okkur auðvitað færi líka á því að ræða hlutina og fara yfir nákvæmlega hvernig staðan á þessu hvað þetta snýst og hafa á því skoðanir. Ég finnst það í sjálfu sér fullkomlega eðlilegt. Og við þakka hljóðið. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarfulltrúar. Já, það getur vel átt rétt á sér að ræða hluti, en ef þú ekki bara kalla það umræðu, kalla eitthvað tillögu eins og þetta, finnst mér það bara bjánaleg vinnubrögð. Mér finnst það og þess vegna segi ég það hér. Mér finnst líka að svona í henni sé verið að ýja því að svona innanríkisráðuneytið einhvern veginn að vera, við verið að gera eitthvað fyrir okkur en við ekki að vera að gera það sjálf. Ég lít ekki þannig á stöðuna. Ég held að Reykjavíkurborg ætti að vera einmitt leiðandi í þessu málaflokki, fara í gegnum þær leiðir sem við getum innleitt og lært og bara skoða hvort það mætti framkvæma bara sem fyrst einhvern veginn að senda eitthvað fólk og kenna því hvernig best megi nýta þær. Í stað þess að fara einhvern veginn að malla saman eitthvað samtal sem ég skil ekki. Mér finnst þetta bara ekki nógu gott. Það er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að veita ansvar. Það er ansvörum lokið og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það er nefnilega svo að það
hlýtur að mega vera þannig að ræða hvernig tillögur eða afgreiðslur eða umræður eða hvað það svo sem er til afgreiðslu hér, hvernig það unnið og hversu raunhæft það hvort að það sé á dýptina eða hvort það sé meira einhvers konar, ég ætla ekki að nota orðið skraut, en eitthvað svona sem að samt enginn getur almennilega kannski sett í orð út á hvað nákvæmlega það snýst. Það á auðvitað að vera vel hægt að ræða vankanta þar á eða ræða einhverja vangaveltur hvort það megi vera með einhverjum öðrum áherslum á einhvern annan hátt án þess að borgarfulltrúum sem hér brigslað að hvað hafi ekki áhuga á málinu. Og ég ætla í því samhengi að fá að bara gera athugasemd við orð borgarfulltrúa Sóleyjar Tómasdóttur við hvernig hún svaraði borgarfulltrúa Áslaugu Friðriksdóttur hérna áðan. Mér fannst það eiginlega bara fyrir neðan allar hellur að þegar Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi búin að koma hérna með algjörlega réttmæta skoðun sína á tillögunni, efnisinnihaldi hennar, hvernig umgjörði kringum hana, hvernig hvort að borgarstjórn sé hérna að gera hlut sem ætti kannski frekar hemja ofbeldisvarnarnefnd og henni svarað með því að þarna hafi nú aldeilis ekki verið dýpkuð umræða mansal og fær hér hlátrasköll í staðinn. Í alvöru erum við þar og sérstaklega mjög sem reyndar svolítið áhugavert því að borgarfulltrúi Sóleyju Tómasdóttir yfirleitt hér í hlutverki forseta borgarstjórnar. Við vitum öll að þessi fundir hér eru alveg frekar nógu mikið langir sko. Ætlum við virkilega að búa til það fordæmi að ef fulltrúar minnihlutans hér kom ekki alltaf í hverju einustu ræðu, jafnvel þótt það sé mögulega 5. ræða minnihlutans eitthvað ákveðið mál, þeir passa sig ekki á því að halda 10 mínútna ræðu það sem þeir byrja á að segja, heyrðu, mér finnst mansal ekki gott, ég vil gjarnan að mansal sé ekki á Íslandi, mér finnst það borginni að gera allt sem hún getur til þess að spyrna gegn því og svo framvegis, ef það ekki í rauninni verið að eyða tími að segja nákvæmlega það, það nota gegn okkur að við höfum ekki áhuga á málinu, að við höfum ekki verið að sýna málinu nógu mikla virðingu, að máli hafi ekki neitt grætt á þessu innleggi okkar út að við vorum ekki að fjalla hvað mansal væri vont, sem ég held að enginn þurfa að efast og okkur finnst öllum. Við erum þvert á móti að tala að í svo mikilvægu máli það algjörlega réttmætt að tala hvernig þessi mál eru afgreidd, hvað þau innihalda, hvað þau þýða, hvert næsta framhald í borgarkerfinu, hvað verður með þetta mál. Og það algjörlega hárrétt ábending hjá borgarfulltrúa Áslaugu Friðriksdóttur að réttilega, kannski á þessu fyrsta stigi málsins, hefði ofbeldisvarnarnefnd og þá þeir borgarfulltrúar sem þar koma að frekar ræða hvað borgin ætlar að gera. Ætlar borgin að veita fjármagni í þetta? Hvað ætlar borgin að leggja áherslu á í sínum velferðarþjónustu eða hvað svo sem það er? Hins vegar talað eitthvað svona símtal til innanríkisráðuneytisins sem svo sem gott og blessað, en eins og ég fór yfir í ræðu minni þá innanríkisráðuneytið að standa sig með prýði í þeim þáttum sem að snúa að innanríkisráðuneytinu. Og þar fulltrúi Reykjavíkurborgar í stýrihópi. Þannig að það algjörlega réttmætt að benda á að þessi tillaga pínu skrítin. En það enginn að efast að málefni sé ekki gott og blessað. Og að brigsla fólki annað hér út af því að einhvern veginn hélt ekki 10 mínútna ræðum það í hvert einasta skipti sem það kemur upp í pontu ekki boðlegt. Takk. Það borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir loki máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það borgarfulltrúi Sóleyju Tómasdóttur. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég pínu hissa á þessari viðkvæmni sem kemur fram í ræðu borgarfulltrúans. Með umræðu dýpt umræðunanna var ég að vísa í orð borgarfulltrúans sjálfs. Borgarfulltrúin kom hér upp til þess eins að tala að tillagan væri ekki nægilega vel ígrunduð og umræðurnar væri ekki nægilega djúpar. Umræða mansal var engin í ræðu borgarfulltrúans, heldur áttu við hér bara ansi löng orðaskipti það hvort að umræðan væri nægilega djúp eða ekki. Undir lokin sagði ég vissulega að ég teldi ekki að umræða sem að borgarfulltrúin taldi ekki nægilega djúpa hefði dýpkað við þetta innlegg borgarfulltrúans. Ég talaði ekkert að einhver hefði ekki áhuga fyrir því að koma að úrlausn mansalsmála eða hefði ekki einhvers konar ambisjónir eða hugsjónir í þeim efnum, bara nákvæmlega ekki neitt. Heldur var einfaldlega bara að vísa í orð borgarfulltrúans að umræðan væri ekki nægilega djúp og taldi ekki að hennar innlegg hefði dýpkað þá umræðu.
og við þá skoðun mína stend ég. Það að ég gegni hlutverki forseta borgarstjórnar heftir ekki málfrelsi mitt hér í þessari pontu þegar að við erum að ræða einstök mál og það veit borgarfulltrúinn mæta vel. Það er borgarfulltrú Sóley Tómasdóttir, lokið við það að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir andsvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, kannski verður maður viðkvæmur þegar manni finnst svona eitthvað sé ósanngjarnt og þá kannski við fleiri. Ég ætla í rauninni bara að endurtaka það sem ég sagði. Þetta að fulltrúi minnihlutans sem hefur ekki aðkomu að þessari tillögu, þetta er tillaga meirihlutans, hún er rædd og undirbúin og skrifuð af meirihlutanum. Þegar fulltrúar minnihlutans koma með athugasemdir að hún sé mögulega ekki alveg nógu vel ígrunduð, það sé ekki nógu skýrt hvað í henni felst, að þá sé verið að gagnrýna það að hún sé ekki með allar lausnirnar á því. Að hún sé ekki með tillögur hvernig Reykjavíkurborg er best að bregðast við mansali. Er það í alvöru málflutningur sem þeir eru stolt á og finnst valít rökið þessari umræðu? Eins og ég segi, tíminn stuttur hér, mér finnst og það er pínu synd að þessi umræða sé komin á þennan stað í jafn mikilvægu máli og mansal er, en það er ekki út af því að fulltrúar minnihlutans einhvern veginn að kjósa að drepa málin á dreif og vera með einhverja stæla, það er út af því og okkur fannst tillagan óskýr og vera mögulega ekki Reykjavíkurborg sæmandi eða borgarstjórn sæmandi á þessu stigi málsins miðað við alvarleikann. Það er það sem athugasemdirnar snúast Við verðum að fá að gera athugasemdir það að þess að vera annarkvort brigslama hafa ekki áhuga á málinu eða hafa ekkert annað betra fram að færa. Það er ekki sanngjarnt. Það er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir, lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ítreka það að ég brigslaði engum að hafa ekki áhuga á málinu eða ekki hugsjónir á þessu sviði. Það eina sem ég vísaði í voru orð borgarfulltrúan sjálfs að umræðan hefði ekki verið nægilega djúp. Það er það eina. Ítrekað var óskað eftir betri útlistunum á því sem að þótti vanta í tillöguna eða því sem að mætti betur fara. Þær athugasemdir komu ekki, það bárust engin svör við þessu. Að þessu sögðu, vegna þess að ég held að hér séu við í alvörunni að færa fókusin yfir á eitthvað allt annað en það sem að skiptir máli, hlakka ég til, eins og ég lauk máli mínu hér áðan, að taka þátt í þessu samtali og ég er alveg vissum að við munum í alvörunni geta staðið saman að þeim tillögum sem að koma út úr samtalinu eins og við höfum gert frá því að við hófum störf fyrir áratug síðan gegn ofbeldismálum í bæði alþjóðlegu samhengi og hér innanlands og það er það sem að skiptir máli. Það að við getum staðið saman að þessu. Borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir sagði áðan að hún myndi samþykkja þessa tillögu. Ég held sé algjör óþarfa að vera að eyða svona rosalega mörgum orðum í það hver sagði hvað mögulega dýpt þessara umræðina. Það er algjörlega til þess eins að dreifa fókusnum frá því sem að skiptir máli yfir á eitthvað sem að skiptir engu máli. Við skulum bara samþykkja þessa tillögu, hefja samtalið og út úr því samtali munu koma tillögur sem ég vissum að við munum vel geta samþykkt og munu verða til þess að við upprætum hér eða spornum gegn mansali. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir, lokið við það að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, ég er sammála því að það er óþarfi og vonandi getum við bara alls samanstu það kannski að hætta nákvæmlega þessari umræðu, en það er samt ekki svo að maður sé þá tilbúin einhvern veginn að umræðan fari á einhvern allt annan stað heldur en maður skynjar hana sjálfur. Þar sem að núna í tvígang hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir haft eftir borgarfulltrúi Áslaugu Friðriksdóttur að henni fannst umræðan ekki nógu djúp. Hún sagði það ekki. Hún talaði að tillagan sjálf sem er hér til umræðu væri ekki nógu djúp og á móti kemur, og þetta er hvort sem það er, þá er hérna til umræðu tillaga sem er tiltölulega óskýr og það er það sem er bent á og það er þessna sem við vorum mögulega að tala og mögulega hefði borgarkerfið og þá meirihlutin hefði átt að eyða meiri vinnu í efnislegt innihald hennar að benda á það er ekki hægt að snúa upp í að hún sé einhvern veginn að gera lítið úr umræðinni eða kom ekki með neitt í staðinn eða neitt slíkt. Það snýst gagnrýnin. Við erum ekkert að fara að gera það hér og það er ósanngjarnt að vera í að því.
Þá er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið að veita svara andsvari öðru sinni. Þá er andsvörum lokið og þá er borgarfulltrúin glútenlausi Sigurður Björn Blöndal næstur á mælendaskrá. Já, forseti, ágæti og aðrir borgarfulltrúar. Já, mér langaði nú aðeins bara að blanda mér hérna í umræðina mansal, ekki stafsetninguna, sem það gerir stundum hér í þessum sal, að umræður fara út, já, það er einlega mjög algengt bara, að umræður snúast stafsetningu en ekki innihald bókarinnar. En það er nú bara þannig. En auðvitað það er svona heppilegra að stafsetningi sé rétt. Það sé kannski ekki alveg aðalatriði hvar mörg enn. En hérna, sko, það sem að við þurfum svolítið að, það sem að ég í raun og veru áttaði mig á nú nýlega er að umræðan mansal er náttúrulega mjög stutt á veg komin og það er í raun og veru þannig að við erum auðvitað bara að vakna upp við vondan draum að mansal er augljóslega miklu algengara og umfangsmeira hér á landinu við gerum okkur grein fyrir og það eru ýmsir hlutir sem við höfum kannski ekki litið á sem beint mansal eða þrælahald sem er að sýna sig að er bara stundað hér af kappi og það var nú komið hérna inn á góða kynningu sem Alda Hrönn Jóhannsdóttir sem er lögfræðingur hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu kom með og hélt hér fyrir borgarfulltrúa á fundi borgarans 18. febrúar. Það var öllum borgarfulltrúum boðið á þann fund og henni til hals og traust voru Edda Ólafsdóttir sem vinnur hér á mannréttindaskrifstofunni ásamt Önnu Kristjánsdóttur, mannréttindastjóra og þær hafa auðvitað haldið þessum málum á lofti hér innan borgarkerfisins. Það sem er dálítið snúið við þessu er að hvernig eigum við að vekja fólk til vitundar það að mansal sé í gangi og hvernig á fólk einhvern veginn að vera eða hafa í raun og veru þekkingu til þess að átta sig á að þetta getur hugsanlega verið í gangi. Þetta var eitt af því sem Alda Hrönn fór yfir mjög vel í sinni kynningu og sannleikurinn sá eins og hefur svo sem aðeins verið komið inn á hér að staðalímyndir tengdar mansali eru mjög sterkar og þær eru raun og veru kyntengdar líka. Ég held að margir lítið þannig á að mansal í raun og veru snúist bara vændi. Og það er auðvitað klárlega mjög umfangsmikill þáttur hins alþjóðlega mansals, vændið, að selja fyrst og fremst konur í vændi. En þetta er auðvitað það eru miklu fleiri grásvæði sem er erfitt að átta sig á. Ferðamennskan er auðvitað ákveðin, hvað maður að segja, hún er í raun og veru svona býður upp á að það sé stunda nokkuð
frjálsleg meðferð vinnuafls sem að í mörgum tilfellum flokkast ekki undir neitt annað en mansal. Það eru sögur af því að fólk sé ráðið í gegnum einhverja leigur til einhvers konar reynslu án kaups í einhvern tíma og annað slíkt, og svo þetta bara þessar leigur sem að leigja fólk til starfa, þrif og umsýslu á giststöðum, og fólkið í raun og veru ekki í beinu ráðningasambandi við hótelið, þannig að sá sem að heldur utan starfsmannleguna, hann kannski að hirða þorra þeirra launa eða þeirra greiðslna sem að eru eintara hendi fyrir framlag þessa fólks, og það ber lítið sem ekkert úr býtum. Og hvernig við eigum að hafa eftirlit með þessu, það auðvitað ansi snúið. Það alveg rétt að innanríkisráðuneytið að gera margt vel í þessum málum og ég held að það sé svolítið lykillinn að þessu. Það að við eigum í mjög nánu samstarfi við þessar helstu stofnanir sem ríkisins. Sveitarfélögin ein og sér eru ekki neitt sérstaklega góðri aðstöðu kannski til þess að mónitora þetta með beinum hætti, en kynning og svona uppfræðsla fyrirbæri, það sennilega það sem við ættum að byrja á að gera, að gera starfsfólk okkar meðvitað hvað felst í mansali og sýna svona dæmi hvað það hvernig það getur birst, því að það er mjög mismunandi, og ég velti nú til dæmis, ég nefndi það nú á kynningu sem hún Alda Hrönn hélt fyrir okkur, og það var til dæmis fyrir nokkrum árum þá var verið að byggja glerhjúp utan Hörpu, gríðarlega glæsilega glerhjúp, og þetta var allt gert með samningum þetta var alútboð, ef ég man rétt, við fyrirtæki í Kína, það var fyrirtæki í Kína sem fékk þetta verk, flutti hér inn allt vinnuafl sem að sá að setja þetta upp, og þetta var gert að vetrarlagi að hluta allavega, og þarna héngu menn utan á heil og hálfu dagana, og það var til þess tekið, það var sagt svona nánast með ákveðinni aðdáun. Dugnaðurinn væri þvílíkur að þeir tæki ekki einu sinni mat, tók ekki einu sinni matarhlé. Þeir voru bara með svona krukkur hangandi utan á sig með hrísgrjónum í og borðuðu bara þar. Ég veit ekki hvort að þeir voru einhvern tíðan spurðir þessi mennum hvort þeir væru sáttir við þetta fyrirkomulag. Og ég veit ekki hvort þeir fengu einhverja sérstakar álagsgreiðslur fyrir það að fá ekki taka mat og borða leið að þeir voru að vinna. Og ég velti því hreinlega fyrir mér hvort að þarna hafi eitthvað verið á ferðinni sem að geti tengst, segjum mansali. Þannig að við erum í raun og veru gríðarlega fáfróð þessi mál. Við erum illa upplýst hvernig þetta getur birst. Þannig að við, ég held að það sé alveg gráblætt að við reynum og ekki bara reynum, heldur setjum okkur einhverja skýra aðgerðaáætlun í þessum mansalsmálum, en það er auðvitað lykilatriði að hið opinbera vinni allt saman að þessum málum, og innanríkisráðuneytið auðvitað lykilaðili þar ásamt lögreglunni og verkalýðsfélögunum, samtökum atvinnulífsins, samtökum iðnaðarins, og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að vekja til dæmis verktaka til vitundar sína ábyrgð í þessum málum, að það sé ekki verið að ráða undir verktaka sem
eru svo að hugsanlega með vinnuafl sem þar ekki endilega af fúsum og frjálsum vilja, eða er kúað með fjárhagslega eða með öðrum hætti. Þannig að ég fagna nú þessari tillögu og hún auðvitað nokkuð almenn vissulega, en hún er mjög góð byrjun og ég held sé mikilvægt að hún komi fram í formi tillögu en ekki sem bara til umræðu, því að með því að þá erum við með hér þó almennt sé orðað nokkuð skýrt og einfalt verkefni sem við getum ráðist í strax. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björn Blöndal loki máli sínu og borgarfulltrúi Greta Egilsdóttir næst á menningarskrá. Fyrirgefðu. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir var búin að óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Glútenlausa. Forseti góður, borgarfulltrúar bara örstutt. Ég veit að ég er eflaust farin að endtaka mig en það bara skiptir máli. Ég vil bara fá að gera athugasemd við hvernig borgarfulltrúan orðaði það háðungslega að umræðan væri mikilvæg þó að væri verið einhvern veginn að gera athugasemdir við stafsetningu og aftur komu hlátrasköll. Mjög fínar ábendingar að tillaga mikilvægt mál sé hvorki nógu skýr, né nógu djúp, né nógu ásættanleg er fín umræða í borgarstjórn og þær athugasemdir eiga rétt á sér. Að afgreiða það að fulltrúi meirihlutans í krafti þess að búa til tillöguna, geta öllu leyti fylgt henni eftir, stýrt henni á allan hátt, að það koma málefnalegar, efnislegar athugasemdir við tillögu sem kemur frá meirihlutanum, að það sé afgreitt sem athugasemdir stafsetningu á að vera fyrir neðan virðingu þessa salar. Það borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið við að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég átta mig ekki alveg hvað það sem á að vera fyrir neðan virðingu þessa salar, en það sem að ég sagði hér einfaldlega var að umræðan var farin að snúast stafsetningu og það bara þannig. Það búið að leiða þessa umræðu af ákveðnum borgarfulltrúum hér algjörlega inn á braut stafsetningar það hvort að hér eigi að vera tillögu að ræða eða hvort þetta eigi frekar að vera umræða. Ef þetta er ekki umræða stafsetningu frekar en innihald, þá veit ég ekki hvað. Þannig það nú bara. Þá borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að svara ansvari, þá veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti góður, borgarfulltrúar, ég ætla vonandi ekki að koma hérna upp endalaust og segja það sama, en efnislegar athugasemdir við tillögu afgreiddri úr þessum sal ekki og má ekki afgreiða sem athugasemdir við stafsetningu. Það er lítils virðandi fyrir það starf sem við vinnum hér. Umræðan var tillöguna, hvernig hún er orðuð, hvað hún felur í sér. Það er algjörlega réttmætt umræða, það er hlutverk okkar hér. Og það er ekki gott ef við ætlum að fara að afgreiða slíka gagnrýni sem bara eitthvað svona tautum ekki neitt. Sem að sjálfsögðu hefur ekkert að gera með að við erum öll sammála mansal sé vont. En það er einmitt út af mikilvægi þess sem við viljum að tillagan sé mögulega betri. Það er okkar hlutverk og er ekkert óeðlilegt við það. Þá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið við það að veita ansvar öðru sinni, þá svarar ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er alveg réttmætt. Það má alveg koma hér upp og segja að fólki finnist að tillögur eigi að vera betri. Það er þá ágætt að fá þá eitthvað það hvernig betri. Svoleiðis það bara einfaldlega. Ég ber mikla virðingu fyrir borgarfulltrúa Áslaugu Friðriksdóttur. Það breytir ekki þeirri staðreynd að hún kom hér upp og sagði að sér fyndist að þetta ætti frekar að vera umræða heldur en tillaga. Þetta er algjör svona búrókratík stafsetningamál. Við erum hér með tillögu, bara fínustu tillögu að hefja viðræður við innanríkisráðuneytið mansalsmál. Það getur vel verið að einhver geti tekið upp símann
í kjölfar umræðna, en ég held að sé bara ágætt að hann gera það í kjölfar tillögu sem er nokkuð skýr, almenn og skýr. Og drífum okkur í að gera eitthvað frekar í mansalsmálum heldur en að vera að ræða hér stafsetningu endalaust. Það er þriðjungur tímans í umræðinu búin að fara í stafsetningu. Þetta er algjört bull. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá telst andsvörum lokið og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Greta Egilsdóttir. Forseti og kæra borgarstjórn. Ég ætla nú að byrja því að þakka fyrir umræðuna sem hefur vantarlega vana í byrjun. Hugsunin verið svo að þetta snúast mansal og þá skelfilegu afleiðingar sem það hefur fyrir okkur sem búum þennan heim. En ég vil nú byrja á því að taka undir með borgarfulltrúanum Heiðbjörgu Hilmisdóttur þegar hún minntist á það að hún hafi séð frétt í blöðunum þar sem að 10.000 flóttabörn hafi horfið. Ég sá þessa sömu frétt og mér brá, mér var brugðið í brún. Þetta er eitthvað svona hlutur sem að þetta er svolítið fjarlægt manni. Við erum svolítið vernduð umhverfi hérna á Íslandi og við erum oft að lesa einhverja fréttir í blöðunum sem eru að upplýsa okkur einhverju svona hræðilega hluti sem að gerast í öðrum löndum. Og þá má kannski þessna orða eins og hún gerði borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir væri nú svolítið ónæm fyrir umræðinni. Ég veit það ekki hvort þetta sé ónæm en þetta er fjarlægt okkur. Það er náttúrulega agalegt að í aðgerðaáætlun ríkisins sé ekki nægum fjármunum varið til þessara mála, til þess að sinna þessu málaflokki. Og ég tek alveg undir það sem hér hefur komið fram að það er mjög mikilvægt að borgin setji sér stefnu það að uppfræða sitt starfsfólk þessi mál, að þekkja einkenni og hættumerki og setja af stað einhverja vinnu í því að koma af stað ferli hvernig við bregðumst við þessu, hvaða ferli fyrir í gang, hvaða aðilar koma að málunum, í hvaða hús hafa fórnarlömbin að vernda og allt slíkt. En ég vil samt líka segja að ég skil líka gagnrýni minnihlutans og borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hérna áðan á tillöguna að því leyti að mér tel líka hún sem er almennt orðuð og við höfum starfandi ofbeldisvarnarnefnd sem að ég hafði einhvern veginn skilið að gæti það bara hafið þetta samtal og upplýst okkur svo frekar það hvað kæmi út á þessu samtali. En ég ger ráð fyrir að meirihlutinn hafi hugsað þannig að samtalin færi í gang og svo kæmi einhver aðgerðaráætlun og ferli út úr því samtali sem þá síðan borið undir borgarstjórn. Þannig að það er hægt að horfa á þetta á tvo vegu. Og þess vegna ætla ég ekki að fara neitt út í að ræða kannski setja út á það sem slíkt. En ég tek samt undir það að það hefði verið gaman að sjá einhverjar nánari útfærslu á einhvers konar aðgerðum en ég bíð þá bara spennt eftir því að þær komi þegar þetta samtal hefur átt sér stað. En ég er samt svolítið þeirra skoðunar að mér finnst ekki kannski að það þurfa að ræða það hvort þetta samtal eigi að fara af stað við ríkið í þessum sal. Ég held að það hefði átt að vera ofbeldisvarnarnefnd að koma samtalinu á stað og koma síðan með það sem að kæmi út úr því samtali á þetta borð í þennan sal. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Greta Egilsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar. Já, ég held að sé bara, ég get alveg tekið undir það. Kannski, bara alveg eins og mér finnst tillagan vera grunn og þunn, þá get ég alveg tekið undir það að umræðan er farin að snúast kannski of mikið einhverja bjúrókrasíu. Þannig að við skulum bara hafa það alveg á hreinu að hérðan kemur mjög mikill áhugi á því að gera miklu betur í mansalsmálum heldur en við höfum verið að gera, bara einfaldlega vegna þess að við höfum bara ekkert kunnað til verka og við þurfum svo sannarlega að læra og við þurfum svo sannarlega að funda og finna út úr því hvernig við ætlum að innleiða aðgerðir sem geta skipt máli við að uppræta bara mansalstilvik af öllu tagi.
Og þetta ekkert einfalt, þetta sjálfsögðu ekki einfalt. Þetta mjög falið og það þarf alveg reynslu og þjálfun til þess að átta sig á því hvað þetta getur verið lúmskt. Og það alveg ljóst að þetta hér á landi, alveg eins og framkom í máli tillögu flytjandans, og það hefur líka verið skrifað það hjá félagasamtökum að þau telji bara samkvæmt þeirri vinnu sem þau eru að vinna með fórnarlömbum sínum að mansal að finna hér á landi, og það auðvitað eitthvað sem þarf klárlega að vinna með. Það mjög auðvitað erfitt að uppræta þetta, það það, vegna þess að oft á tíðum eru fórnarlömb mansals í einhverju ótrúlegu sambandi við hvað maður að segja, kvalara sína. Því að það jafnvel eina fólkið sem þau þekkja. Það eina fólkið sem þau þekkja, eina fólkið sem þau hafa samband við og telja í raun og veru jafnvel líka vera bjargvætti sína. Þannig að þetta eru miklu erfiðari mál en önnur ofbeldismál, og við þurfum að sjálfsögðu að vinna í því að kynnast því hvernig hægt að gera betur. Nú það svo, innanríkisráðuneytið hefur mótað aðgerðir og við ættum að kynna okkur þær og fá að sjálfsögðu kynningu á því hvað það kemur fram og jafnvel innleiða það þá í okkar aðgerðaáætlun. Nú það líka þannig að ég held að það sé alls staðar á öllum Norðurlöndum einhvers konar aðgerðaáætlunar í gangi og meðal annars einhverjir tékklistar sem fólk lærir eða einhver svona, hvað maður að segja, svona þumalputtareglur sem fólk hefur í huga þegar svona, og lærir að nota til þess að vera meira vakandi fyrir því hvað gæti verið í gangi beint fyrir framan nefið á þeim. Það getur vel verið að við höfum öll haft eitthvað snertiflöt og bara þekkjum jafnvel einhverja sem einhvers staðar gætu verið tilvik sem falla undir mansal, en við áttum okkur ekki á því, að því við föttum ekki hvernig við ættum að greina það. Og að sjálfsögðu þarf allt starfsfólk okkar sem sérstaklega sem í tengslum við borgarar sem þurfa aðstoð, svo til dæmis starfsfólk velferðarsviðs, að fá þjálfun í þessu, að bara örugglega þannig. Og þá ættum við auðvitað að leita að einhverjum fyrirmyndum og jafnvel bara halda hugmyndafundi og reyna að gera okkar aðgerðaáætlun sem besta og mesta. Það auðvitað hræðilegt að það viðgangist hér á landi sem frelsissvipting og bara þetta ofbeldi sem mansal þar sem fólk bara þvingað til þess að vinna einhverja vinnu og hefur engin tækifæri til þess að leita og gerir sér enga grein fyrir rétti sínum þegar það hér á landi, eða þá, jafnvel, það ekkert eins og hér á landi, það verið að flytja fólkinga sem að vinna á eins konar ferðamannavísa, en það vinni það stuttan tíma að það senda bara milli landa á hvergi heima. Þetta náttúrulega eitthvað sem bara mjög erfitt að vinna með. Og við þurfum átt okkur á hvar væru helstu snertifletir borgarinnar þá við hugsanlega þau tilfelli og hvernig við ættum að vinna með það. En ég verð að viðurkenna það að ég bara, þrátt fyrir að ég hafi mjög mikinn áhuga á því að vita meira og skilja meira hvernig við getum gert betur og við leggja mig mikið fram til þess, þá finnst mér þessi tillaga engan veginn nógu góð og ég legg því hér fram breytingartillögu svona til þess að sætta það og við skulum bara hætta að kýta það þá. Ég held að tillagan sem að fyrir liggi bara nái ekki nógu vel utan það sem við þurfum að gera. Mér finnst bæði fjalla of mikið það að fara einhvern veginn og ég þessna bara skildi hann ekki alveg að við ættum einhvern veginn að fara í eitthvað samtal við innanríkisráðuneytið. Ég held að það sem við þurfum að gera fyrst og fremst að
að setja saman hóp sem vinnur að því að koma með tillögur hvernig við ætlum að gera þetta. Og það sem fyrst hingað í borgarstjórn. Þannig að ég legg til að tillögunni verði breytt og hún muni þá hljóða svona: Borgarstjórn samþykkir að fela ofbeldisvarnarnefnd að móta tillögur aðgerðir til að sporna gegn mansali og tryggja fórnarlömbum líkamlega, félagslega og sálræna aðstoð við hæfi. Ofbeldisvarnarnefnd hafi samráð við hlutaðeigandi aðila eftir þörfum, og þarna getur alltaf verið innanríkisráðuneytið. Og svo bara punktur: tillögunum verði skilað til borgarstjórnar eins fljótt og auðið Mér finnst þessi tillaga mun skýrari. Hún fjallar í rauninu að við vinnum okkar heimavinnu, sem ég held að sé miklu mikilvægara heldur en að leggja hér fram tillögu eitthvað samtal við innanríkisráðuneytið, sem þá bara innifalið í þessari tillögu. En hér þá komið fram tillaga sem ég held að allir ættu að geta samþykkt og sé bara einfaldlega muni leiða af sér betra starf í kjölfarið, og við erum þá ekki einhvern veginn að eyða tímanum til einskis. Það var borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og einnig lokið við það að leggja fram breytingartillögu. Hún beðin að senda tillögunni í tölvutæku formi. Borgarfulltrúi óskar eftir því að vita ansvar, hún búin með sín ansvör og óskar eftir að taka til máls. Gera stutt athugasemd, gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta finnst mér bara til fyrirmyndar og frábært, og það ætti væntum að við gætum kannski fengið bara tillöguna til svona smá skrafs og ráðagerða. Það er kannski eitthvað örlítið orðalaginu sem að væri hægt að hnika til, og þá er ég viss að við getum bara öll sammælst þessa tillögu. Og hefðum kannski getað sleppt svona cirka 20 mínútum, hálftíma af frasi ef við hefðum tekið þetta bara strax. Hér kom ég upp í pontu til þess að einhvern veginn rétta út sáttarhönd, og þannig að við getum öll verið kát eftir að borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hafði komið hér fram með þessa ljómandi fínu breytingartillögu. Var svona vonast til þess að við getum þá bara verið kát þessum eftirlifir fundar, en mér heyrist á borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að þetta sé kannski ekki þess sem þau voru búast við, en það kemur þá bara í ljós. Það var borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Forseti gerir stutt fundarhlé. Senda hana eitt frá Pronto.
Fundi fram haldið, við erum hér í öðru máli á útsendri dagskrá og næst tekur til máls borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Lögð hefur verið fram breytingartillaga frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokks. Er þetta þá ekki til að allra flokka bara? Er það ekki? Já, við erum með eina breytingu við hana. Þú veist, getum við ekki bara sagt að þetta sé bara til að allra flokka? Er þetta ekki bara breytingartillaga sem kemur frá Sjálfstæðisflokki? Og við gerum þetta bara af... Jú, svo við sem ekki með breytingartillagu við breytingartillagu. Svo við sem ekki með breytingartillagu við breytingartillagu. Nei, ég veit ekki. Er ekki bara hægt að segja að allir flokkar hafi sammælst þessa breytingartillögu Sjálfstæðisflokksins? Jú. Flott. Hér hefur sem sé verið lögð fram breytingartillaga af borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokks sem að allir flokkar hafa fallist á. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir tekur síðustu máls. Já, ég ætlaði bara að fá að þakka fyrir þessa umræðu. Hún hefur að mestu leyti verið ágætt, sumu leyti. Ég ætlaði að fá að taka undir það. Ég held að kannski það sem að hefur komið svolítið út af þessu umræðu er að orðið mansal er eftir vill ekki heppilegt. Ég ætla að fá að taka undir það. Mér hefur aldrei fundist það endilega heldur neitt rosalega þjált og eftir vill þyrftum við eitthvað orð sem að nær betur utanum það fyrirbæri sem að human trafficking er eða sala á fólki. En þetta er tæplega helmingur fórnarlamba mansals í heiminum karlar og drengir og eins og borgarstjóri fór inn á hann og ítrykkaði að þá eru hlutskipti þeirra mjög margvísleg. En mér langar samt að fá að segja það að þó að þessi staðalímynd fórnarlamb mansals sé þræll í kynlífsiðnaði og það er ekki endilega gott, þá er samt ekki endilega hægt að sleppa því að nefna það. Af því að fjórðungur þeirra sem eru seldir mansali eru, já, ég get eiginlega ekki sagt iðnaði, en eru fórnarlömb þeirra svona kynlífsmistyrminga eða einhvers leiks. Og það er á stór hluti börn, þannig að það eru auðvitað eitthvað sem við hljótum öll að geta samanst að það er afar slæmt og stór hluti af vandamálinu, en það er alls ekki það eina. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að við breikum umræðuna. Það hafa komið upp umræður hér burðardýr, fíkniefni, innbrotagengi, starfsfólki ferðamannaiðnaði, hústrælar, au pair hefur verið nefnt, að fólk sé flutninga inn sem au pair, en síðan jafnvel ekki á þeim aldri sem að kröfur eru og hafi aldrei samþykkt það að vera flutningað. Svo er verið að horfa svolítið núna á sjálfboðaliða. Það eru sjálfboðaliðar hér og þar í ýmsum störfum og nefnt er að hluti af þeim gæti hugsanlega verið mansalsfórnarlömb og svo er auðvitað byggingariðnaðurinn verið núna mikið ræddur. Þannig að þetta er mjög margt annað líka. Ég held að það sé líka bara rök fyrir því að við kannski reynum að stuðla því að við finnum eitthvað annað orð yfir þetta hræðilega fyrirbæri. En tillagan var grunn, hún var í rauninni bara stutt tillaga. Hún var í rauninni sett fram til þess að taka opinberu umræðu hér og til þess að bjóða ykkur öllum, kæri borgarfulltrúar, að taka þátt í þessari vegferð af því að málefni er svo alvarlegt. Þá vildum við einhvern veginn byrja það með tillögu og fá hana samþykkta, þannig við hefum skýrt umboð og líka af því að málin hafa verið rædd bæði í ofbeldisvarnaráði og ofbeldisvarnanefnd og borgaráði og okkur fannst bara mikilvægt að upplýsa borgarstjórn það og hvaða tillögur hafa verið svona í umræðunni.
Og í ræðinu minna þá fór ég yfir nokkra af þessum tillögum sem við höfum verið að ræða. Við höfum verið að tala að við viljum gera aðgerðaáætlun og við teljum að það sé betra að gera hann í samráði við ríkið. Bæði innanríkis og velferðarráðuneyti koma að þessum málum, það koma líka fleiri að þessum málum. Við viljum hafa fræðslu fyrir okkar fólk en við viljum hafa samskonar fræðslu. Við viljum geta nota sömu rök og sömu tölur og sömu skilgreiningar og ríkið að nota af því við heldum að það sé betra. Og við viljum fara í vitundavakningu, það hefur verið rætt í ofbeldisvarnanefnd, það verður hluti af aðgerðaáætlun gegn ofbeldi en við viljum líka ræða það við ríkið þannig við séum samtaka í skilaboðunum sem verður farið fram með. Þannig við séum að segja sama hlutin og ég held að það sé bara sterkara þannig. En það alls ekki þannig að við séum að reyna að varpa ábyrgðina á nokkurn hátt á einn annan. Við viljum bara sýna það að Reykjavíkurborg tekur þetta alvarlega og við viljum gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir það að þrælahald líðist í Reykjavík. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir fór áðan nákvæmar yfir ný endurskoðuð aðgerðaáætlun ríkisins í mannréttindasáttmálanum en ég gerði í minni ræðu. Við þekkjum vel aðgerðaáætlunina og við höfum farið í gegnum hana og þekkjum stýrihópinn og aðkomu embættismanns okkar þar. En ástæðan var að við vildum, fyrir þessari tillögu var að við vildum stofna þetta pólitíska samtal til að stilla saman strengi þessi mál sem ég nefndi áðan. Vonandi mun þessari aðgerðaáætlun vera betur fylgt eftir heldur en undanfarin ár og ég er ekkert að gera ráð fyrir að það verði ekki, ég ætla bara að gera ráð fyrir að það verði. Og þess vegna líka held ég sé mikilvægt að við opnum þetta samtal og vinnum þetta í sameiningu. Fórnarlömb mansals eru jú á ábyrgð ríkisins. Við veitum þjónustu og eins og önnur sveitarfélög. Ég held líka að það gæti verið hagur í því fyrir ríkið einhvern veginn að hafa að öll sveitarfélög landsins sé ekki að finna upp hjóli í hvers skipti sem að svona mál kemur upp þar. Það hefur verið kallað á sérfræðinga Reykjavíkurborgar til aðstoðar við mál sem hafa komið upp út á landi og ég held að ég sé bara eitt af því sem að ég get þá tekið með mér úr þessari umræðu hér er að það er vilji til þess að við gerum það samtal þá kannski formlegra, gerum einhvers konar samkomulag eða einhverja tillögu samkomulagi á milli ríkis og borgar viðbrögð við mansali á Íslandi og við tökum þá einhverja aukna ábyrgð þar eða já, allavega finnst mér það að vera svona það sem stendur upp úr hér, það sem ríkur vilji til þess að við öxlum ábyrgð á þessum málaflokki. En það er ríkið sem að bera ábyrgð á fórnarlömbum mansals og það er ríkið sem greiðir fyrir þá þjónustu sem að þau fá. En við að sjálfsögðu veitum hana og ætlum að gera það eins vel og við getum og við viljum koma að forvörnum og efla vitund fólks að mansalsfórnarlömb geta verið víða. En við leggjum til að samþykkja bara breytingatillöguna. Hún er bara fín og ég vona bara að okkur takist að vinna þetta hratt og vel og við náum góðum árangri í þessum málum. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir hefur lokið máli sínu og lokið við að gera grein fyrir afstöðu borgarfulltrúa meirihlutans og sumsé borgarfulltrúa tillögu afgreiðslu. Þá er ekkert annað en að ganga til atkvæða breytingatillöguna. Það væri gott að fá borgarfulltrúa í salinn. Verður það ná í borgarfulltrúan?
Við göngum þá til atkvæða breytta tillögu. Þau sem samþykkja tillöguna gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Við göngum til 3. liðar á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar